Ráðherra, kæri forseti, rektor, gestir, nær og fjær. Þegar máltækniáætlun stjórnvalda var ýtt úr vör fyrir ríflega 2 árum, réðust við ekki á garðinn þar sem hann var lægstur. Fram að þeim tíma hafði lítil fjárfesting verið í þessum innviðum íslenskunnar á stafrænum tímum og því ljóst að mikið verk var framundan. En eins og heitir ráðstefnunnar ber með sér hefur hins vegar orðið á þessum stutta tíma máltæknibylting á Íslandi. Almannarómur miðstöð máltækni og ber ábyrgð á framkvæmd máltækniáætlunar stjórnvalda. Í því skyni var samið við rannsóknar- og þróunarhópinn Samstarf íslenska máltækni, eða SÍM, uppbyggingu innviða í máltækni fyrir íslensku. Árangur SÍM-hópsins eftirtektarverður, raunar framar björtustu vonum. Máltækniáætlun var upphaflega til 5 ára, en ef fram heldur sem horfir ljúkum við þessari fyrstu máltækniáætlun fyrir íslensku á 4 árum. En við megum ekki sofna á verðinum þó að vel gangi. Það tímabært að huga því hvað tekur við þegar þessari fyrstu máltækniáætlun lýkur. Áframhaldandi uppbygging innviða þarf að vera miðlæg í næstu máltækniáætlun. En megin þungi næstu áætlunar þarf þó að vera á tækniyfirfærslu. Færslu þekkingar og tækni úr fræðasamfélaginu og yfir í atvinnulífið. Og þar leika fyrirtæki og stofnanir lykilhlutverk. Undanfarin ár hefur þróun í máltækni verið hröð og til að tryggja að máltæknilausnirnar nýtist sem best þarf að endurskoða allar áætlanir reglulega. Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, en við erum með puttann á púlsinum og endamarkmið okkar verður alltaf að tryggja að afurðir máltækniáætlunar nýtist sem best í tækniumhverfi nútímans. En við erum ekki bara í miðri máltæknibyltingu, við erum líka í miðri gervigreindarbyltingu sem mun umbylta því hvernig við lifum og störfum. Framfarir í máltækni nýtast í gervigreind og raunar má segja að máltækni fyrir íslensku sé ein af forsendum aðlögunar gervigreindartækni fyrir íslensku. Máltækni verður því ein af grunnstoðum samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs á komandi árum. Máltækni fyrir íslensku snertir á svo mörgum þáttum lífs okkar og skiptir okkur máli af ólíkum ástæðum. Við viljum að íslenska verði áfram til í stafrænum sítengdum heimi. Og það gerist bara ef við getum notað tungumálið okkar á sem flestum sviðum daglegs lífs. Við viljum líka að máltækni tryggi mannréttindi fólks með fatlanir, þannig að það hafi aðgengi að upplýsingum á sínu tungumáli og geri þeim kleift að nýta máltækni sem samskiptamáta og til stýringar þegar þess þarf. Það má ekki gleyma því að tæknilæsi fólks misjafnt en aðgengi að upplýsingum mannréttindamál sem varðar okkur öll. Þannig kveður nýleg Evrópulöggjöf á að á vefsíðum hins opinbera sé skylt að tryggja að allt efni sé aðgengilegt fyrir blinda, sjónskerta, heyrnarskerta og heyrnarlausa. Þessa staðla þurfa íslenskar vefsíður að uppfylla fyrr en síðar og þar munu máltæknilausnir skipta sköpum. Hér á eftir fara 33 erindi og örmyndbönd. Við höfum leitast við að sýna þá möguleika sem afurðir máltækniáætlunar opna fyrir endanotendur. Hvort sem að ræða einstaklinga, stofnanir eða fyrirtæki. Dagskráin verður brotin upp með panel umræðum í sal og 2 fyrirlesara okkar tala í beinu streymi, annars vegar frá Finnlandi og hins vegar frá Þýskalandi. Það því óhætt að segja að útfærsla ráðstefnu sem þessarar sé ekki einfalt mál og ég bið ykkur bara að taka viljan fyrir verkið í því samhengi. En að lokum vil ég færa óþreytandi liðsmönnum íslenskunnar sérstakar þakkir. Þeim Eiríki Rögnvaldssyni, Sigrúnu Helgadóttur og Guðrúnu Nordal. En án þeirra væri engin máltækniáætlun fyrir íslensku. Og þegar máltækniáætlun hófst fyrir rúmum 2 árum voru sérfræðingar í máltækni á Íslandi afar fáir. En í dag starfa ríflega 60 manns við rannsóknir og þróun í máltækni fyrir íslensku. Og það það ástæða til þess að þakka hópstjórum á ólíkum sviðum máltækninnar, þeim Önnu Björk Nikulásdóttur, Jóni Guðnasyni, Hrafni Loftssyni, Vilhjálmi Þorsteinssyni, Antoni Karli Ingasyni og Steinþóri Steingrímssyni, bara svo einhver séu nefnt, fyrir fagmennsku og framtíðarsýn í þágu íslenskrar tungu og fyrir að deila þekkingu sinni með vaxandi mannauði á sviði máltækni fyrir íslensku. Takk kærlega fyrir og njótið dagsins.